Komið þið sæl. Við byrjum hér á að skoða gervitunglamynd sem tekið var núna klukkan 12:30 í dag. En það lægðabóla sem var að fara hér yfir landið úr vestri til austurs svona miðbik landsins á þessum tímapunkti og skil frá henni sem hringuðu sig alveg í kringum miðjuna og ná hér langt suðvestur í haf. Og búið að stytta upp hér á þessum tímapunkti vestanvert landi og sjáum hér þetta bjarta veður vesturaf sem kom síðan inn á landið en einhver væta landið austanvert. Síðan sjáum við hér betur þessa lægð sem stjórnar og hún er bara á leiðinni til suðausturs til Bretlandseyja núna á morgun. Við tekur hæð hér og frekar svona hægur vindur með henni núna á morgun og á þriðjudaginn. En á hitasviðinu þá er frekar svalt hér austanvert landið en milt loft sem er að ná hér úr suðri og nær aðeins inn á vestanvert landið. Og þegar við skoðum hér þróunina núna næsta sólarhring þá sjáum við núna klukkan 6 í kvöld búið að létta til hér sunnan og vestanlands en áfram einhver væta hér norðaustan og austan til og síðan þegar við sjáum hér í nótt að þá er nokkuð bjart áfram hér sunnan og vestanlands dregur úr úrkomunni hér norðaustan til þó eitthvað smá sem gæti fallið á morgun. Það er frekar svalt í veðri eins og sjá má þannig að það er smávegis rigning, slydda jafnvel snjókoma á svona stöku stað þarna en hitinn alveg upp í 11-12 stig hér suðvestanlands og bjart í veðri. Þetta er norðlæg eða breytileg átt þannig að gasmengunin er ekki mikið að fara frá gosstöðunum þannig að að gera þeir sem hyggja á að skoða gossið að passa sig á gasinu og halda sig svona frá dældum. En hér seinnipartinn á morgun það er nú fyrir eitthvað smávegis skúra leiðingar hér allra syðst en síðan þegar við horfum áfram fram á þriðjudaginn þá sjáum við hvernig þykknar upp hér vestanlands annað kvöld og næstu nótt léttir til norðaustanlands og þetta er frekar hægur vindur vestlæg átt í þessu hlýnar hér norðaustan til og frekar svipaðar hitatölur hér suðvestanlands kannski eilítið á niðurleið en víða annars staðar þetta er svona 5-10 stig og eins og sagði það þykknar upp hér vestan til einhver örlítil smávegis væta gæti fallið úr því en léttskýjað og flott veður hér landið austanvert. En á miðvikudaginn þá er þetta snúist í kannski norðlæga 3-8 metra á sekúndu, víða bjart, þar helst hér norðaustan til þar sem er skýjað en þurrt og frekar svalt í veðri eins og sjá má en síðan á fimmtudaginn þá þykknar upp allt landið og smávegis væta hér suðaustanlands og norðvestan til en þetta er svo sem fyrstu drög að spánni þannig að við gera fylgjast með næstu daga. En í Evrópu þá er rigning með þessari lægð hér á norðurhluta Bretlandseyja og það er aðeins að slakna á þessari norðlægu átt eða stífu norðlægu átt í Skandinavíu. En lítið að vera í rauninni stöku skúrir hérna víða álfuna en óstöðugt veður bæði Finnlandi og á Íberíuskaga og frekar svona svalt í veðri miðað við árstíma all víða í álfunni en síðan í Norður-Ameríku þá er þessi lægð hér sem er búin að skríða hér upp með austurströndinni og er að ná hér á Nýfundnaland á morgun. Það er rigning í henni í austurhluta Kanada, jafnvel snjókoma allra nyrst í þessu kerfi síðan þegar við förum hér til vesturs þá er einhver væta ennþá með vesturströndinni en styttur upp þegar líður á morgundaginn og fram á þriðjudag en þetta úrkombelti nær hér alveg langt austur að vötninu miklu og gæti alveg verið þó nokkur úrkoma á þeim slóðum á morgun. En hjá okkur á morgun það er frekar hæg norðlæg eða breytileg átt, strekkingur allra austast, víða nokkuð bjart í veðri en skýjað með köflum norðaustan til og einhver örlítil væta þar og einnig allra syðst með síðdegisskúrum. Þakka ykkur fyrir og verið sæl.